Jæja, komið sæl, velkomin á þennan kynningafund fyrir Coca-Cola bikarvikuna sem er hefjast með þessum viðburði í dag, viðtöl við fjölmiðla hjá leikmönnum og þjálfurum eftir þennan fund. Ég heiti Ingvar og ætla að vera með ykkur í dag fyrir hönd HSÍ og Coca-Cola og býð ykkur bara hjartanlega velkomin hingað og hlakka til vikuna með ykkur. Það verður leikið á Ásvöllum og það verður okkar höll í ár. Og við byrjum á morgun, það verða kallarnir, FH og Valur mætast klukkan 18 og svo klukkan 20:15 eru Selfoss og KA. 10. mars, á fimmtudaginn, eru stúlkurnar, KA Þór Fram klukkan 18 og svo klukkan 20:15 er Valur IBVF. Nú á föstudagskvöldi þá eru leikir í þriðjaflokki og þriðjaflokkur karla er klukkan 6, það eru Fram og Selfoss. Og svo þriðjaflokkur kvenna klukkan korter yfir 8, það eru Haukar og Fram. Úrslitaleikirnir eru kalla og kvennaleikurinn klukkan 13:30 á laugardaginn, kalla klukkan 16 og svo á sunnudaginn eru fjórðir flokkarnir spilaðir. Það er ekki alveg komin endaleg tímasetning svona út af veðri og öðru, en svona eins og þetta er sett upp núna, þá er þetta klukkan 13, KA Haukar í fjórðaflokki karla yngri, svo er það KA Þór IBVF klukkan 15 í fjórðaflokki kvenna. Og svo fjórðaflokkur karla eldri KA afturöldi klukkan 17. En þetta gæti eitthvað hnikast til, en þá er það bara auglýst betur núna á næstu dögum. Þannig að KA á þarna liði í öllum leikjum á sunnudaginn og Fram á liði í báðum leikjum á föstudaginn. En við ætlum að, kannski ég ætla að byrja að renna bara yfir hvernig áttalega úrslitin fóru. Byrjum á stúlkunum, áður við ræðum aðeins við þjálfara og leikmenn sem komust þar, að þar var þetta framliðið, það er unnu IR 16-32, KA Þór vann HK 30-20, Valur vann Hauka 26-24 og IBVF vann Stjörnuna 27-26. Og það er svo að KA Þór og Fram sem eigast við og svo Valur og IBVF. Og þau eru hér mætt, nokkrir fulltrúar, KA Þór endar komst ekki og við bara sendum bestu kveðju þar og ég veit að Andri Snær þjálfari er mjög klári í slaginn, en þá er það bara Fram. Hildur Þorgeirsdóttir, hún bannaði Steinunni Björnsdóttur að mæta og mætti ein. Alls ekki, en það er samt þannig. En þið hafið gert það nokkuð sinnum, komið hingað mjög oft og þú eru örugglega fengið nokkar spurningar og mér áður, þetta er allt mjög svona grillaðar og ekki grillaðar spurningar og við fáum lítið upp úr ykkur. Hefðbundin spurning samt, þeirra spila gegn deildar Íslands og bikarmeisturum, hvernig svona myndir þú telja að þið leggið þær að velli? Sko við þurfum alltaf bara að einblína á okkur sjálfur, ná upp góðum varnarleik og þá fylgir markvarsla með og fáum þessi kjölfari þessi ódýru mörk með hraðaflumum. Það er svona það sem við leggjum upp með, en eins og segir KA Þór með mjög sterkt lið. Það eru með öfluga hotnamenn sem fljóta fram, spila sterka vörn og eru með vel uppstillan sóknarleik. Þannig að þetta verður erfitt verkefni. Ok, nánast ómögulegt heyrðist mér, en allt hægt. Er það að gera eitthvað öðruvísi núna í þessari viku, gagnvart því ef þetta verið deildarleikur? Nei, auðvitað er kannski bikarvikan svona aðeins öðruvísi uppstillt, en þetta var svona öðruvísi áður fyrr þegar það var bara einn leikur á laugardegi, en núna er maður bara svona einhvern veginn strax að undirbúa sig fyrir leik á fimmtudaginn, þannig að þetta er svona frekar hefðbundin vika, myndi ég segja. Ok, og þeir eru klárir í slaginn? Við erum klárir í slaginn. Með án Stebba? Með Stebba, hann lætur sig ekki vanta. Ok, mjög gott. Ef við færum okkur kannski yfir í valslið, Ágúst, þið byrjið kannski fyrstu 4 leikina á þessu ári á að vinna ekki í deildinni á meðan þú ert að gera góða hluti úti á saman tíma með karlalandsliðinu. Svo unnið Þæland sigur gegn HK og svo Fram í hörkuleik. Er það eitthvað sem kom ykkur rétt ról fyrir þessa helgi eða þessa viku? Það verður bara komið í ljós varðandi þessa 4 tapleiki og heyrði Óskari Bjarnar varðandi það mál. En við höfum svona verið að rétta hans úr kútnum, við vorum í smá COVID-vissin og meiðslum og öðru, en svona, hvað maður að segja, við hittust í gær og það eru margar búin að vera í landsliði, A-landsliði, B-landsliði og einhver að ræfa niður í Val, þannig að við svona tókum smá fund í gær og borðum saman og svo fórum stelpurnar í Sky Lagoon og svo bara fundum við aðeim í kvöld og morgun og verðum vonandi bara í góðu standi á fimmtudaginn.
Ok, hvernig svona, þú talar það er kannilega mikið stemning, Sky Lagoon, leiðilegt að þú ekki komist, en hver svona ykkar styrkleikar sem lið? Við höfum bara á að skipa góðu liði, sko. Við erum með bara góða vörn, sókn og markmenn, sko. En við erum að spila bara við sterkt lið í BA sem hafa verið mjög sterkar núna á nýju ári og ég er með 4 útlendinga, 3 leikmenn í A-landsliði, þannig að þær eru feikilega öflugar og við töpum núna bara ekki fyrir svo löngu síðan með 9 mörkum fyrir þeim í Eyjum. En við klárlega ætlum að leggja allt í leikin og sjálfsög stefnu að því að vinna við þurfum að ná bara fram mjög góðri framistöðu en ég sé ekkert í veginu fyrir því að við getum ekki gert það. Mjög gott, Morgan Marí, þið vinnir gott haukalið í áttalúrslitum og í hörkuleik, nú það að spila á móti IBF sem kannski búið að vera smá siglingu í öllum keppnum allstaðar. Hver til þú sé lykillinn að þið vinna þær núna á fimmtudaginn? Bara skora fleiri mörk, en þú veist, við erum líka búin að vera á siglingu síðustu leikjum, finnst mér, og hópurinn er bara að smella saman, þú veist, eftir erfiða byrjun eftir áramót. Þannig að ég held að sé þetta basic svar, bara vörn og markvarsla og bara breiðan sóknarleik og svona. Já, þú vilt ekkert skella janúarmann og Óskar eins og Gústi gerði? Nei, því miður. Óskar stóð sig vel, sko, en þetta var erfitt náttúrulega, við vorum með frekar þunnan hóp og svona. Það er eitthvað annað að tala í gjafir. Ljúft. Já, það er fínt að fá léttleikan í þetta. Takk Gústi minn. Birna Berg, þið eru já, eins og ég talaði um áðan, góðu skriðið, unnu Stjörnuna í áttalúrslitum í hörkuleik og þau hafa náttúrulega alltaf verið stemningslið, held ég bæði karl og kvennamegin og Vestmannaeyjum, það sé ekkert eitthvað sem kemur fólki á óvart. Endur náttúrulega að komast loksins svona næstu í Benidorm eða hvað þetta var sem þið vildu fara til að þjappa þetta hópnum saman? Já, við erum búin að vera bara, fengum hann gott Evrópaævintýri og ég held að það hef bara gert hópnum gott. Akkurat. Og einhvern veginn gefa okkur svona byrjun í deildina, þannig að núna eftir áramóti búið að vera svona stígandi í þessu. Sko, þið unnu held ég 4 leiki í rauði deild, unnu bikarleikina sem voru saman tíma í sömu periódu og Evrópuleikina, ég veit ekki hvort það hafi verið 8 eða 10 leikir eða hvað það var sem þið voru að fara í gegnum. Er það óstöðandi? Ég held að sé bara undir okkur komið, sko, hvernig við mætum til leiks. Ég held að við getum alveg unnið alla og tapa fyrir öllum ef við mætum ekki rétt stendað. En við erum alltaf með þjálfara sem er Íslandsmeistari að ná upp góðri stemmingu, þannig að þetta er bara mjög opni leikir, eins og svona erfitt að segja til eins og Gústi sagði, við unnaðum með 9 eða eitthvað núna daginn, en jáfnframt þá töpum við með 13 fyrir þeim fyrir jól, þannig að getur allt gerst. Það getur allt gerst. En svona núna þeir komum talsveit færri leiki í deildinni, eins og 3 og 4 leikjum eftir öllum liðum svona út af Evrópaævintýri og fleira, er það eitthvað truflandi að koma þá siglingu inn í þetta verkefni og svo eigi ykkur deildarleik inni eða er það eitthvað að pæli því? Nei, alls ekki. Núna er bara fókus á þessum leik á fimmtudaginn og svo sjáum við bara hvað gerist. Ég held að bara það sé enginn að spá í þessum leikin sem við eigum inni en það er það líka bara svona seinni tíma vandamál. Já. Það er búið að fresta deildina aðeins eða lengja hana aðeins. Og þið vonist bara til að vera uppteknar á laugardaginn? Já, ég allavega veit, við höfum bara gert plan frá fimmtudagi, þannig að það er alltaf opið. Það er eitthvað svipað á Gústi, en við bara þökkum ykkur kærlega fyrir. Það eru viðtöl væntanlega við helstu fjölmiðla landsins og gott betur. Þannig að við ætlum bara að þakka kvennapanelinu fyrir og við ætlum að skipta hérna út yfir í kallapanelin, bara í rólegheitunum. Þá erum við, þá er þetta FH Valur Selfoss KA. Svona cirka. Allt að gerast. Hér eru piltarnir að koma sér fyrir. Herri, já, þá erum við búin að skipta gír og leikirnir kalla megin sem er þetta á miðvikudaginn. Áttu nú uppalega vera held ég á fimmtudaginn en í ljósi kvennalandsleiks þá var ákveðið að skipta sem bara gott og vel og það er FH Valur klukkan 6 á miðvikudaginn og svo Selfoss KA klukkan 20:15 og við lítum bara á áttalega úrslitin að Valur vann Víking 32-25
Selfoss vann IBVF 33-28. KA vann Hauka 28-26 í hörkuleiki beinni á RÚV og FH fór í langa ferð og vann 2 leiki, fyrst á móti Herði á Ísafirði 38-20 og svo gegn Þórsurum 33-22 og eru þá komnir hingað. Sigursteinn Ardal, þeir eru loksins komnir aftur í bæinn eftir langa ferð. Hvernig bara, við byrjum bara á léttleikunum, hvernig var þessi ferð og hversu marga vikur voru þarna fyrir norðan? Jó, við ákveðum að sprengja þessu uppbyggarinn og fórum í hringferð. Við byrjuðum á Kjálkanum, tókum hann og tókum svo Norðurlandið en bara góðu sigrar og góð ferð fyrir hópinn en við höfum svona reynt að huga bara svona aðeins að hvíldinni eftir þetta og æfum svo vel í gær og aftur í dag þannig að þetta búið þétt en skemmtilegt. Ok, gott stand á liðinu eftir þetta? Já, fínt stand. Ok, og gerir þetta meira kannski líka félagslega heldur en hitt eða? Já, við erum svo sem bara vanir þessu í Evrópukeppnum annað, svona ferðir gefa alltaf ef að maður nýtir það rétt og við erum bara komum sælar og glæðir út úr þessu. Ok. Ísak, já þið tókuð þessa ferð eins og við sögðum Hörð og Þór og náður reyndar ekki síðan í kannski góð úrsliti í síðasta leiknum í sem raturinu. Situr það eitthvað í ykkur núna? Já og nei. Umlegt að enda þetta svona en í samanskapið þá sjáum við bara hverju stöndum. Ef við leggjum ekki vinnuna þá gerist ekki neitt sko. Akkurat. Þannig að þið en þið eru svo annars eftir þessa ferð, klárir í slaginn, tilbúin í verkefnið og svo eru þið, sagan segir þeir séu með eitt kraftaverkamann í liðinu sem getur komið flestum liðum í allavega top 4. Hvað gefur Ásbjörn Friðriksson ykkar lið, myndirðu segja, Ísak? Hann gefur okkur bara fyrst og fremst gífurleg gæði sko. Þetta myndi ég fyrir mér langbesti leikmaður deildarinnar og búin að vera það í mörg ár og það er bara geggjað að hafa hann í sínu liði sko. Ok, engin press á aðra leikmenn fyrir þessa helgi en mjög gott. Það eru einhverju þjálfarar allan sammálaðir út í bæ veit ég. En við kíkjum á Valsmenn, Snorri Steinn, þið vinnið Víkinga í 8 úrslitum, eru svo með tiltölulega örugga sigra, spilið vel gegn Fram, KA og Stjörnunni, er komin svona góður gír á okkur og er almennt góður gír? Já, það er búið að vera fýtt gír í okkur. Ég svo sem fyrir mánuði síðan var kannski ekki alveg á þeim staðin en ég er búinn að vera ánægður með lið undanfarandi leikjum. Þannig að við erum brattir fyrir leikinn á morgun. Ok, Vignir, hvað svona þarf að varast í FH-liðinu og eða eru þið meira að hugsa ykkur heldur en eitthvað annað lið sem þið mætið? Já, hvað byrja að varast og varandi það, þá er það náttúrulega bara mjög gott lið. Við erum náttúrulega að spila svo sem oft við áður og einu sinni ekki tvisvar á þessu tímabili, þannig að við vitum svo málega hvað er að koma, skilurðu, og hvernig bolta þeir vilja spila eins og kannski þeir vita hvernig bolta við spilum og varandi það, þá náttúrulega hugsaum við mest okkur sjálfa. Það er svona yfirleitt gefist best í þessu dótiri, sko. Ok, kannski bara svona rétt að lokum með þig, svona landsliðspælingar annað, er það að ýta eitthvað áfram að vera í þeim gírnum að það fengi kallið út og svona? Er það hjálpað þér? Já, auðvitað hjálpar það, bara viðurkenning og alltaf gaman að fá kallið í það og bara, að sjálfsögðu gefa það manni svona smá sjálfstraust og bara svona smá kraftin í þetta, það er alveg klart. Ok, mjög gott. Þá ætlum við að færa okkur yfir í landsbyggðarleikinn. Þar er KA á Selfoss, byrjum á Selfyssingum Halldór Jóhann. Þið vinnið IBVF í sethöllinni í 8 liða, 5 marka sigur, annar landsbyggðarslagur. Er það á góðum stað með liði fyrir þessa viku? Já, ég tel okkur bara að vera á ágætt stað. Það hefur náttúrulega svo sem verið sveiflukenndið svolítið í vetur en erum að fá menn inn í þetta núna aftur og við höfum verið bara mörguleiti fínir eftir áramót, þó svo kannski öll úrslit hafi ekki verið að falla með okkur en já, ég myndi segja við séum bara á góðum stað og tilbúnir í mjög erfiðan leik. Ok, allir klárir? Já, allavega í gær, þannig að þá held ég að við séum bara klárir með alla leikmenn. Ok, á skoðu Hergeir, hvernig svona leggst þetta í? Þú ert svona, já, hefur verið leikmaður í þessu mikla stemningsliði síðustu árin. Eru að fara að fá fullt Haukaheimili á miðvikudaginn á Selfyssingum? Já, það er bara mjög góð stemming. Bæði náttúrulega hjá okkur í liðinu og svo verðist vera mjög góð stemming í bæjarfélaginu líka. Þannig ég býst bara við
fullt af Selfyssingum og vona líka að Akureyringarnir láti sjá sig. Er eitthvað sérstakt svona í þessu KA-liði sem að, en aftur, þessi landsspjalið virðist vera mikið stemningslið, er eitthvað svona sérstakt í þeirra leik sem að þið þurfið að pæli? Fyrir þannig ykkur sjálfa að skilja að eitthvað sem þið þurfa að stoppa þar sem að eitthvað umfram annað? Já, þeir eru náttúrulega bara með hörku svona, þeir eru grótarleir bara og spila fast og eru með marga snögga og svona einn og einn leikmann og ég, bara býst við, eins og alltaf leikirnar á móti KA, þetta alltaf hörkuleikir og yfirleitt bara jafntefli eða eitt mark sem skilur liðin að og ég bara mjög spenntur fyrir. Já, klárir í hörkuleik. KA-menn eru án Jóna þjálfara en Einar Rafn Eiðsson sem spilar reyndar ekki leikinn, hann klári slaginn. Búið að vera mikið stígandi í ykkur og mikið stemning og þeir eru kannski líklega það lið í deildinni ef við víka aðeins að því sem að efri liðin vilja síst mæta ykkar útivöll og svona. Er það sama saga hér í bikarnum? Erfitt að mæta ykkur svona, þeir eru ekki í umræðinu endilega í dag sem ykkur deildameistarar, eru ekki á leiðinu þangað en komin í Final Four í bikarnum. Hvernig er svona stemningin á okkur varðandi það? Það er náttúrulega búin að vera bara mjög mikil stígandi í okkur leik frá svona seinustu leikjum fyrir áramót og bara áfram alltaf því núna og svona ná okkur á vopnum myndi ég segja. Náttúrulega svona struktúrinn á liðinu búin að þróa svolítið bara eftir þess að líða á tímabilið. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að gera þess að við erum búin að gera vel seinustu leikjum og bara hörkuspennandi leik við gott Selfosslið. Fengu hann smá brotlendingu á móti Völsurum, svo bara eftir það tildalega góðir. Já, það var bara svona góður skellur held ég. Já, góður skellur. Kannski að lokum, típist svona, það er alltaf verið að ræða þetta fyrirkomulag, það er smá ferðalag á okkur. Já. Hvernig leggst það svona í ykkur í þessari viku? Getur þetta komið hérna alla á tvisvar? Já, ég meina það er bara, við þurfum bara að gera það. Þannig að eins og planaði núna, þá værum við bara fram á laugardag og það væri náttúrulega skemmtilega að hafa þetta bara á 2 dögum en ég meina planið er svona, þannig að það er bara eins gott að fylgja því. Já. Svo að lokum, þú vildur kannski kasta ykkur á Dóra vinnin? Já, Dóri er náttúrulega uppalinn KA-maður, þannig að ég trúi ekki öðru en að vilja fá dollunum norður. Hjálpar okkur eitthvað til í því. Akkurat, það er einhverjar sögursagnir. Dóri, svar, góður. Sögursagnir með hvað þá? Akkurat. Herri, jæja, við bara þurfum að segja svo lokið eftir. Einar og Dóri verða góðir helgina og í vikunni. Bara fer lauflegt yfir þetta aftur. Annað kvöld, 9. mars, strákarnir spila FH Valur klukkan 6, Selfoss og KA klukkan 20:15. Svo er það á fimmtudaginn, stúlkurnar KA Þór Fram klukkan 18, Valur IBF 20:15. Svo er það þriðjaflokkur karla og kvenna á föstudaginn, klukkan 18 er Fram Selfoss í þriðjaflokki karla, þriðjaflokki kvenna 20:15 Haukar Fram. Úrslitaleikirnir eru á laugardaginn síðan, 13:30 hjá stúlkunum, 16 hjá strákunum og sunnudaginn eru síðan fjórði flokkarnir að spila, það er KA Haukar, settur á klukkan 13 í fjórðaflokki karla yngri, gæti breyst, KA Þór IBF klukkan 15 í fjórðaflokki kvenna, getur sömuleiðis breyst og svo klukkan 17 KA Afturölding í fjórða karla eldri og eðli málsins samkvæmt getur það hugsanlega breyst en það verður auglýst á vel. Og miðasalan er í Stubbur appinu og annars bara beini ég fyrirspurnum til HSI og þeir svara því en ég fyrir hönd HSI og Coca-Cola þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna einn dag og minni fjölmiðla á að leikmenn og þjálfarar bæði karla og kvenna eru til viðtals hér eftir örskamma stund. Takk.